Yeah. Já. Góðan og blessaðan daginn, verið velkomin í Styrta þjálfaran. Í dag þáttur 7 og ég heiti Guðjón Örn Ingólfsson og ég með ykkur í þessum þætti. Gestur þáttarins í dag Erlendur Guðmundsson sem sem sagt Styrta þjálfari hjá Fjölni í knattspyrnu. Elli stundum þekktur einnig sem Coach LA eða þá á Instagraminu sem þekktur sem Coach Erlendur. Það sem Elli búinn að gera í þjálfun spannar yfir 15 ár og hann fer vel yfir það í þessum þætti. En mín fyrstu kynni við Ella var það að hann kom inn í þjálfarteymi hjá mér hjá toppþjálfun og einmitt stökk inn í Fjölnisgigið sem var þá í höndunum á okkur í toppþjálfun. Þá hafði ég missað þjálfara úr starfi og Elli kom eins og kallaðir beint inn í þetta og smalli inn eins og flísveras. En aftur á móti að venju þá erum við með styrtaraðil okkar hérna með okkur í liði og með okkur þetta sömu og vananlega. Við erum með gæða styrtaraðila sem allir geta hjálpað ykkur að hámarka ykkar afkastagetu og hjálpað ykkur á þessum off-season tímum. Og með okkur Unbroken og það auðvitað einn af stærstu styrtaraðilum bestu deildarinnar og virkni Unbroken margþætt og getur notað það til að fá jafna orku við daginn sem og orku við æfingar og það sem Unbroken auðvitað langþekktast fyrir þetta blessaða hraða endurheimt. Unbroken búið til úr fersku heilu próteini, laxapróteini og það einstaklega þægilegt fyrir meltingakerfið að brjóta niður próteinsameindirnar og þetta svona líkir eftir eðlilegri meltingu mannsins. Líkaminn eyðir lítilli sem yngri orku í meltingu á Unbroken og því hefst virknin einungis nokkrum mínútum eftir inntöku. Og steinefni og vítamín í Unbroken styrkja ónæmiskerfið og veita þér orku og efla heila starfsemina á borð við B12, zink, selen, prólín og það engin gervisykur og ekkert koffín í Unbroken. Unbroken fæ ég með beint eftir æfingu þegar ég hendi sér 2 töflum í glas allavega og það tekur alltaf 7 mínútur fyrir töflurnar að leysast upp og þá ertu komið með þetta frábæra post-workout nutrition sem hjálpa þér að byggja upp vöðamassan eftir og sem sagt flýta fyrir endurheimtinni eftir góða æfingu. Einnig með okkur liður Biobú sem matvöruframleiðandi sem sérhæfir sig í lífrænt unninni vöru og gríska jógúrtu þeirra á við heldur betur þessa dagana sem og kannski kjötvörurna þeirra því þegar við erum á bulk seasoni þá þurfum við að byggja upp þennan vöðvamassa. Ég fekk mig sjálfur í dag gríska jógúrt í morgumat og sem sagt hristi prótein og í mjólkina frá þeim, Biobú mjólkina, hellti svo yfir grísku jógúrtinu og fekk mér alvöru prótein bombu í morgumat. Það sem geggja við þessa vöru líka að þegar við erum með lífrænt unnar mjólkuvörur það innihalda meiri lífsnauðsynlega fitusýrur eins og omega 3 og CLA. Einnig með okkur liði að venjur fitnessport sem eru með Wow Hydrate drykkin sem frábær íþróttadrykkur sem henta við bara flestöll tilefni. Hann stútfullur af söltum og steinefnum og einnig líka fullur af vítamínum og meðal annars D-vítamínum sem mjög mikið fyrir okkur Íslendinga, sérstaklega núna þegar við höfum sól kannski í 2 tíma á dag þá mjög gott að fá okkar D-vítamín úr drykkinum. High Five einnig hágæða vara sem henta vel íþróttafólki og í vörulínu frá þeim að finna kolvetnablöndur, orkugíl og sölt. Fyrir fólki í íþróttu skiptir miklu máli að líka með fáið sitt eldsneytis og hægt sé að performa þegar á reynir í leikjum. Og orkugíl frá High Five hafa reynst mjög dýrmæt orka í hálfleik til að geta keyrt upp orkustigið á nýjan leik í seinni hálfleik. Núna þegar fótboltaæfingar til dæmis að fara af stað aftur eftir smá pásu þá mjög gott að vera með þessa vörur til hliðar til að fá sem mest út úr ykkar off-seasoni og undirbúningstímabili. En nóg með það. Nú koma því að tala við Coach LA eða Ella og fara aðeins yfir hans feril og hans hlutverk og hans sögu í þjálfarabransanum. Gjör svo vel. Blessaður Elli. Sæll og blessaður. Gaman að sjá þig og velkomin í Styrta þjálfaran. Takk fyrir. Hvernig ert í dag á þessum gullfallega fimmtudegi? Ég bara ljómandi góður sko. Fallegt veður úti og vel sofinn og bara ferskur sko. Algjörlega samfarn að kvartuðu bakverkjum. það aldurinn sko sem í stöðuri afneitun gagnvart líklega aðeins að banka upp á. Heldur betur. Heyrðu, þú ert nú Styrta þjálfari hjá Fjölni ásamt því að reka eigið fyrirtæki. Já. Þannig að kannski förum svona til að byrja með hvernig hefur þinn svona ferill þróast á móta sem Styrta þjálfari gegnum árin og hvernig ertu komin í þá stöðu sem þú ert í dag? Já, sko minn svona ferill
hefur kannski ég bara farið svolítið víðan völl þannig séð, ég búin að þjálfa helviti lengi frekar tímalaus en ég hugsa alveg hátt í 15 ár svona í heildina og örugglega hvað var að segja síðustu 10-11 árin bara alveg eingöngu að þjálfa og þetta hefur svona verið í bland, þú veist bara einkaþjálfun, starta fyrst bílskúrsgimmi og setja upp svona CrossFit style svolítið gym þar og að taka fólk bara þar inn í prívatþjálfun og byrja þar. Þaðan fer ég yfir í Reebok Fitness, hvort að það var ekki 2011 eða 12 eitthvað svoleiðis og vinn þar í ansi mörg ár bara og að þjálfa þar einstaklinga og hópa og hef verið með svona í bland, þú veist, í gegnum þessi ár bara þennan almenna borgara og þú veist, íþróttafólk en alltaf bara einn á einn. Þannig að það svona bróðurparturinn af þessum tíma, þá ég að vinna gríðarlega mikið bara einn og einn, stundum litla hópa, kannski 2, 3, 4 saman. Svo fer ég eitthvað þarna á milli og vinn í World Class hjá Bjössa þarna í einhvern tíma þarna fyrir COVID og svo lokaði náttúrulega öllu og fór alveg online með businessin þá sem var bara svona, þú veist, það gekk vel og gaman framan af þú veist, svo fór þetta að verða svolítið þreytt að vera bara hvað ef að láta það vaða, bara bera á neðan við skrifborðið líku við á svona fundum allan daginn sko þú veist, þetta bara, maður fór ekkert út og það var búið að klippa svona út en mannlega þátt, þú veist, félagslega þátt svolítið í þessu, þannig að þegar það, ég veit ekki, 2 ár örugglega hátt í það sem maður var bara þarna á heimaskrifstofunni og ég fann að ég þurfti að koma mér út aftur, þetta, eins og ég segi, þetta var alveg í blússandi gangi og gekk vel og ekkert út á það að setja en ég fann að mér vantaði svona komast út á meðal fólks aftur inn í þetta umhverfi sko. Þetta auðvitað rosalega ólíki heimar að vera online þjálfari og svo bara á staðnum þjálfari. Já. Bara coaching elementið líka allt öðru, þú ert miklu meiri motivator þegar þú ert online heldur en þú ert kannski meiri coach þegar þú ert á gólfinu. Akkurat, já, alveg gjörólíkt þannig séð en góð reynsla einhver síður, þú veist, og maður lærði margt af þessu og eins og með svo margt annað þá kannski svona býr maður að því að geta kannski tvinnað eitthvað að þessu sem maður lærði þarna og nýtti sér og þurfti að læra að nýta sér og gera öðruvísi og svona reyna að taka part af því og koma því inn í það sem að gera í dag. Í framhaldinu af því þá svona fer ég að koma mér einmitt út aftur og fer svona að kíkja í heimsókn til þín þarna út í Hafnarfjörðinn Algjörlega. Og við fórum að vinna aðeins þarna saman og við fórum að þjálfa inn í bilinu þar út í toppþjálfun. Og þá einmitt kemur inn í Fjölnisverkefni því toppþjálfun var búin að vera að sinna þeirra styrktarþjálfun, það tímabil. Akkurat. Og það droppar út þjálfarinn sem var í því verkefni og þú komst bara svo kallar á þessu mómenti inn í þetta hlutverk og hefur tekið það bara með stormi síðan. Já, akkurat. Þetta var svona, var í raun og veru svolítið óvænt, sko. Þú veist, við var þarna í svona hinn og þessu þarna með þér, aðeins í Garðabænum með Stjörnuna og svo Fjölni Alveg rétt. En svo einhvern veginn bara small þetta og við erum þarna fyrsta tímabili með þeim mitt og ákveðum svo bara semja áfram og þetta gekk bara virkilega vel. Fyrsta tímabili með þeim var 2022 eða ekki? Jú, var það ekki, 1-2 eitthvað svoleiðis. Passir. Aftur það svona, það var vafasamt að spyrja mig mikið út í ártöl og tímasetningar en það var eitthvað staðar þar sko, já. Jú, ég held að það hafi verið 22 sem við hefum verið með á. Ok, frábært. Hvernig svona þitt hlutverk hjá þínu félagi í dag og hvað þínar svona skyldur og hvað ber þú svona ábyrgð yfir? Mitt hlutverk felst svona, kannski eins og nafnið starfsheitið kannski gefið til kynna svona styrtar og þrek að fitness þjálfari þarna felst svona í því að
sjá uppbyggingu á þetta styrk og raða á snerpu og bara standinu á þessum strákum og að einhverju leyti þú veist álagsstýringunni í samvinnu með aðalþjálfara náttúrulega og teiminu sem að þarna og það svo maður svona með puttana í hinu og þessu og kannski mér finnst svolítið erfitt að kannski koma því saman og svona setja fingur á í stuttu máli hvað felst í þessu því að það svo ótrúlega fjölþætt svona sem að maður að vinna með það svo mikið á bak við tjöldin líka og svo miklu meira heldur en það sem maður kannski oft út af við með sjá að maður mæti bara á þjálfi 1-2 lyftingar af einhverju viku og það auðvitað minnst í þátturinn í þjálfun íþróttafélag, það viðveran og drillið það í gang og svona sko Já, svo öll undirbúningsvinna og ég veit líka þú hefur mjög duglegur að fylgjast með því að menn sé að næra sig í kringum æfingar til að hjálpa þeim að taka söltin út og sjá með orkugélin, þú veist að sinna ótrúlega mikið á öðru sem tengist performance-þættinum hjá klúbbnum og eins og þú segir líka þessi styrtaræfing ein og sér, þessi kannski klukkutíma rammi sem margir halda að sé bara hlutverk styrtaþjálfarans það langminnsta hlutverkið undirbúningun ég vil bara gera prógrami sem make a sense fyrir æfingu sko 3 sinnum lengri prósess heldur en æfingin sjálf sko Já, alveg 100% og það svona þessi hálfgerða skuggavinna sem að ég kalla hana stundum, þú veist, þetta bara þegar við sitjum klukkutímum og kvöld eftir kvöld oft fyrir framan tölvuna og erum að setja saman og undirbúa það sem að þarf svo að fara að vinna með í framhaldinu og eins bara öll þessi samskipti, þú veist, ég legg rosalega mikið upp og hef alltaf gert í svona minni þjálfun að byggja upp, þú veist, gott traust í raun og veru og þú veist, ná góðum tengslum við þá sem ég að vinna með og mér finnst það svona algjör grundvöllur af því að ætla sér eitthvað lengra með hvort sem það einstaklingurinn hvern og einn eða einhvers konar sem liðsheld líka og þú veist þannig að samskipti séu góð og maður þarf að læra inn á einstaklingana og fá svolítið góða tilfinningu fyrir þeim Mjög góð punktur og Jókst þetta kannski í kringum COVID þegar þú fórst online hefur þetta alltaf verið jafn mikil partur af þinni þjálfun að vera með þessi samskipti Ég hef alltaf verið einhvern veginn rosalega fastur á því að vinna með þetta og þú veist það hefur kannski aukist á einhvern hátt svona þegar þú segir þetta, ég hafði ekki hugsað beint út í það en það líka partur af því sem að maður gerði öðruvísi, það var að þú þurftir að mynda ákveðin tengsl online í gegnum rafræn einhvers konar samskipti sko Nákvæmlega en svo þetta maður og mann samt þú veist það sem að gefur manni mest að þú veist þú ert að fá tilfinningu fyrir manneskjunni og þeir ég segi þeir þarna tölum liðið að þú veist þetta eru ólíkir einstaklingar og það bara þannig að það virkar ekkert eitthvað eitt fyrir alla og sama nálgun á alla og mér finnst það skipta rosalega miklu máli og það það bara ef við förum aðeins inn í það þú nefndir næringuna og annað og menn oft feimnir bara með það að þú veist kannski koma fram með eitthvað sem þeir ekki vissir með og eins og það inn í hóp og annað slíkt og bara, eins og segja við erum rosalega misjafnir Nákvæmlega þá algjört lykilatriði að þú treystir mér 100% og kannski líka út af því að þú segir með ólíka einstaklinga þetta eru þetta kannski 20 einstaklingar 25 einstaklingar og aldurspili getur verið frá jafnvel 16 upp í 35 eða Akkurat, þannig að þetta rosalega ólíka þarfir bara líka út frá þessu sko. Já virkilega og allt svona þú veist blandast þetta svo saman í að mínu mati hvernig maður horfir á þá álagsstýringu til dæmis þú veist og ég vil bara vita hvað að gerast í þínu lífi líka ég vil helst bara vita þú veist þessa utanakomandi þætti ég vil bara vita sem mest þig til þess að ég geti áttað mig betur á því þú veist, af hverju ert þú svona í dag af hverju sé ég þetta hjá þér í dag en einhverjar tölur segja mér kannski annað Nákvæmlega en ég sé að þú hreyfir þig undarlega ég sé að það eitthvað öðruvísi svona ára yfir þér þú veist, svipurinn á þér það alls konar svona þættir og þá getur maður unnið betur með að hjálpa hverjum og einum
pluss liðinu sem heild sko. Og þarna koma kannski spurningalistarnir mjög sterkir inn að ef menn svara þessu þá ertu allan með eitthvað tól og tæki í höndunum einmitt til að geta séð hvort það sé eitthvað í gangi og svo kemur kannski aukalega sumir ekki samviskusamir í þessum blessuðu spurningalistum og þá það þitt auga að greina það. Já, þannig að þetta mjög góða punktur. Akkurat. Svona aftur varðandi þig svona, hver þinn bakgrunnur og menntun sem tengist í starfinu hjá Fjölni? Ég hef svona í gegnum árin verið duglegri framan af reyndar en svo kannski hafa svona hefur hugsunin gagnvart í kannski breyst. Maður var rosa duglegur að fara á alls konar námskeið og fyrirlestra og í raun og veru fyrst bara allt sem maður sá kannast við það og ég reyndi svona ennþá en já, ég er farin svona aðeins að sikta betur út sko, það sem ég tel kannski að nýtist mér praktist í því sem ég er að gera og reyni þá frekar að taka inn það sem ég verið að fara yfir þar og koma því í verk og svona, frekar en að fara svo bara bóka mig strax á næsta námskeið og næstu grein. Það er mjög mikilvægt, ég passa mér myndi því líka, þetta þarf að make a sense því að, og svo er maður alltaf í þessum pakka líka að fá, ef maður fær eina spurningu eða svar við einni spurningu þá koma svona 20 aðra spurningar í kjölfarið og þá einmitt fyrir maður að grafa kannski í einhver ákveðin námskeið eða einhverja bækur eitthvað sem tengist einmitt þessu viðfangsefni svona ef ég fæ eins að grípa fram í fyrir. Já, algjörlega og svo situr maður eftir en þá ringlaðri heldur en þegar maður fór inn og með fleiri spurningar í hausnum og ég veit ekki hvað sko, þannig að ég hef sem sagt ég fór fyrir ansi mörgum árum kláraði ég IAK skólan og var svo alltaf svona með annan fótinn inn í því að fara inn í íþróttafræðina og pæli því. Ég hef alveg 3-4 sinnum verið komin í andbyrðið nánast sko, ætlaði að skrá mig þar inn en á sama tíma hef ég alltaf verið að vinna við þjálfun og verið að vinna mikið og mikið að gera í þessu og ég svona bakkaði út úr því alltaf aftur þegar ég sá ekki alveg sko virðið í því þetta er bara það sem ég vinn við núna, þetta er það sem ég vil verða betri í og gera meira af. Auðvitað lærir maður alltaf eitthvað, ég er alls ekki að gera lítið úr því en ég svona sá ekki alveg virðið í þessum árum sem voru þar framundan hvaða valjú það myndi bæta beint við það sem ég var að fókusera á að stefna og auðvitað eins og segja alltaf gott að bæta einni gráðu við kannski inn í ferilskrána og sumir horfa svolítið í það en svona hands-on reynsla og annað og svo kannski bara meira að finna einhvern fagmann í því sem að þú vilt læra meira og ég borga honum þá bara frekar góða summu sko fyrir að fá að vera með honum eða eyða með honum einhverjum tíma að læra af honum og þetta hef ég svona gert í gegnum árin. Þetta er þekkt í Bandaríkjunum að finna sér einmitt svona mentorship. Já, svona mentor og það hafa alveg farið vænar summur í þetta hjá mér sem ég kannski horfði á að ég hef annars verið að eyða í tíma á nám sem að væri svona cookie cutter fyrirfram ákveðið og auðvitað voru þetta svona einhverjir vöðvakallar sem að ég fór að vinna með líka en samt pælarar líkamann skilja. Ég fór og var í einhver tíma með Ben Pakulski út í Bandaríkjunum og þú veist auðvitað gæi sem keppti í bodybuilding og öllu þessu en samt hafsjóra fróðleik allt sem tengist hreyfingu, hvernig líkaminn vinnur, áhrifum þessum utanakomandi áhrifum lífstílstengdu þáttunum og öðru slíku þannig að maður lærir helling af svona gæjum. Brad Schoenfield, Mark Coles hef ég unnið með í hálft ár út í Bretlandi og Kynntustu Brad Schoenfield þegar hann kom inn til Íslands í Keili eða? Já, hann kom fyrst í Keili þá sat ég hjá hann með einhver námskeið svo fór ég til New York fyrir einhverjum árum síðan þá voru hann og hann rassakall Brett Contreras þeir voru saman með eitthvað workshop og svona sem ég fór og var að vinna í með þeim og þess að segja á sínum tíma var ég minna að vinna með íþróttamenn en þó alltaf einhverja en mér finnst þetta samt, það er svo skýr linkur þarna á milli og þannig að þetta finnst mér að gagnast mér gríðarlega vel að þetta er allt gæðir sem að þjálfað íþróttamenn líka á háu leveli og ég bara picking their brains fram og tilbaka og hef svo tengsl í framhaldinu við þessa einstaklinga og mér finnst það bara gríðarlega verðmætt og hefur hjálpað mér mikið þannig að ég hef svona meira
eins og ég segi, valið mér svona og eytt mínum tíma og peningum í að fara bara út eða tengja mig við svona aðila. Svo fór ég einhvern tíðan á rehab trainer líka, hvort það var ekki Einar Einarsson það Kíni. Jú, passa fyrir vorum með þetta hefðu síðan þið voru segð fyrir námskeið Já, það eru ansi mörg ár síðan, þá komu ástralskir sjúkraþjálfarar, þegar ég hef mikinn áhuga á öllu þessu líka eins og með meiðslaforvarnir og svona þess að preventive hugsun frekar en að vera alltaf að, þú veist, bregðast við og seint að hvað getum við gert til þess að koma í veg fyrir þetta frekar og það var mjög áhugavert, einhver rehab trainer og master rehab trainer, ég tók það allt saman og gaman að fá að vinna líka með sjúkraþjálfurum og sjá svona hversu mikilvæg tenging á milli þeirra og okkar inn í til dæmis boltanum í dag. 100% og það hefur verið talað þessu þætti líka, þetta snertir rosalega hvort annað í þessu, sérstaklega koma inn á völlin aftur og öllu þessu álagstjórnun og öllu því. En hvernig byggjur svo hugmyndafræði þína í dag út frá þessari, bara segjum öllu þessu mentorship og því sem þú hefur lesið og stúderað gegnum tíð og tíma? Já, sko hugmyndafræðin kannski svolítið einföld. Ég mögulega svolítið gamaldags að vissu leyti með ákveðna hluti sem að ég veit ekki hvernig ég á að lýsa því best en þú veist, get your basics straight. Ég vil svolítið að vinna bara með það að vera góðir í eins og grunnhreyfingum, grunnæfingum. Já, bara svo fundamental vinnu. Algjörlega sko og gera það bara og þú veist þangað til þú ert búin að ná því almennilega og sjá að þú ert komið fullt vald á því og farin að sjá aðlögun og bætingar og þess áttar. Þá ég voðalega lítið fyrir að vera með mikið einhverjum krúsítúlum sko. Já, ég skil. En í grunninn bara þú veist bara styrkur og snerpa bara að vinna með það. Við verðum bara, og ég tala ekki í þeirri deild sem við spilum til dæmis líka, að við bara þurfum að vera sterkari og fljótari heldur en hinn. Þetta allt fyrir okkar sem eru góður í fótbolta og ég svona legg upp með það bara, þú veist, auðvitað ákveðna fyrirbyggjandi vinnu en að bara leggja inn mikla vinnu í grunnstyrk og svo förum við bara í að umbreyta því yfir í power snerpu og þegar sá tímapunktur kemur. Algjörlega. Hvað þið oft í viku með styrktaræfingar til dæmis? Við erum með, við horfum á til dæmis eins og síðasta tímabil og svo þetta auðvitað allt eitthvað sem að maður svona bara sífellt að endur meta og reyna að sjá hvað hefur virkað vel og hvað kannski mætti skoða að breyta. En við vorum að leggja upp með að vera með 2 styrktaræfingar í viku og það var að virka svona bara nokkuð vel eins og off-season þá vorum við duglegur að lyfta og bara vinna í að koma okkur í hámarksstyrk og æfðum 2 styrktaræfingar í viku og vel inn í pre-season líka. Ásamt því auðvitað að taka hlaup og annað sem að ég var svona að vinna meðfram því. Og svo lagt upp með in season að við reynum svona eftir bestu getu að hafa eina styrktaræfingu allavega í viku. Og til að viðhalda allir í pre-season vinnunni það með eitthvað aðra pælingar? Nei, mín pæling algjörlega svo að viðhalda og það auðvitað bara samtal sem að maður þurft að eiga og menn hafa misjafnar skoðanir á því en að mínum að það algjört lykilatriði að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að reyna að viðhalda þessum styrk og hraða sem við erum búin að byggja upp mánuðum saman. Þetta nefnilega svolítið miskilið dæmi að þú veist, sumir halda bara viðhaldsvinna þurfi ekki að koma en ef þú heldur ekki við í alvöru tala þessum 6 mánaða ramma af hard work sem pre-season og heldur að haldi því bara gangandi yfir 4-5 mánuði, það ekki svo einfalt. Þannig að það ótrúlega mikilvægt þetta örva kerfið, það enginn að segja þú þurfa að taka hardcore liftingaæfingu svo þú liggur í grasinu, bara spurningin að taka bara microdosing reps og viðhalda bara þessari litlu vinnu innan tímabilið, það ekki svona meira en hálftíma æfingakefni. Nei, akkurat. Og þetta minna en menn halda þegar við förum í það því að þú ert með einstaklinga í toppformi. Nákvæmlega. Og það þarf ekki mikið því raun og veru að segja til þess að viðhalda formi hjá einstaklingu sem eru á þetta háu leveli í þjálfun. Og þetta líka bara eins og sé ekki burt séð frá því að það auðvitað slæmt að missa niður hraða og styrk þegar fyrir að líða á tímabilið að bara meiðsla, ef við hugsaum með meiðsli líka og annað slíkt, þú veist, þetta snjóboltar rullar allt í áttina því ef við
pössum ekki upp á þetta þá bara eykur líkurnar á því að menn fara að detta í meiðsli þannig að við lögðum upp með það en svo þetta bara breytilegt þú veist, stundum höfðum við ekki salinn og maður þurfti að vinna með á einhvers staðar annars staðar þú veist, maður reyna að gera gott úr því sem maður hefur bara og það var kannski ekki optimal að mínu mati alltaf aðstæðan eða það sem maður hafði í höndunum en maður svona reynir að vinna með það sko. Þetta er bara íslenska umhverfi, við þurfum bara svolítið að aðlagast því og aðlagast aðstæðanum og stundum líka tekin ákvörðun bara með engum fyrirvara allt í einu skuli gera eitthvað þannig að það líka alveg, en þá ekki endilega að vera að skjóta eitthvað á einn eða neitt með það, þetta bara eins og segið, þú hefur ekki allt í einu völlin og þá þarf bara allt í einu að taka ákvörðun við verðum að fara í gym með allt í einu eða bara hreinlega eins og við erum að díla við á veturna hérna eins og veturinn var í fyrra og þið eru kannski heppnir með það í fjölni getur oft á tíðum leitað inn í höllina en völlurinn utanhús getur alveg oft á tíðum bara verið gaddfriðin og bara ómögulegt að spila þarna og hvað þá þegar Reykjavíkurborg tímir gerir svona hitupöllina sko. Þannig að þetta er alls konar svona sem við þurfum að díla við sem þjálfarar alltaf að þú veist sérstaklega við vetratíman og svo bara kemur kannski in-season að sé búið að færa eitthvað leikinn á völli sem þið áttu eða whatever, ég veit ekki hvernig það er en þú veist eins og þið eru með æfingavöll og svo eru með aðalvöll, ég veit ekki hvort að það hafi áhrif einhvern tímann. Nei, þetta var einmitt eins og nefni síðasti vetur þannig að höllin er auðvitað mikið bókuð, við erum og einhverjir kannski haldið að við eigum bara tíma eftir tíma inn í höllinni, þá voru mörg félög höllina og við vorum ansið mikið úti síðasta vetur og menn muna líklega eftir því hvernig þessi vetur var sko, þetta var bara -10 til -20 mánuðum saman núna, það var bara 3 mánuðir yfir vetramánuðir sko. Þannig þar til dæmis þurfti maður að vera sveigjanlegur í raun og veru og taka það plan sem að lagt var upp með og aðlaga það því að aðstæður og veður bara buðu ekkert upp á það að keyra á sama álagi og við vorum að sjá menn recovera miklu verð eftir æfingar bara í æfingavikunni því að undirlega grjóthart og svo er það annar dýt líka sem við þurfum að horfa á þú veist, ef þú ert alltaf að breyta undirlægin og við erum kannski í sama velli en það er bara mismunandi, hvað sem er svona stífleiki eða hart eða eitthvað hann þetta hefur áhrif að þetta hreyfikenna þannig að það kemur meira að segja inn líka mikilvæg þess að við erum með alls konar pre-activation og liðganir í uppbytun til að undirbúa menn fyrir þessar æfingar. Akkurat. En ef við horfum til dæmis á æfingavikun aftur hjá þig, þú ert með þessar 2 styrktaræfingar ertu með eitthvað ákveðið konsept á hverri æfingu fyrir sig, ertu til dæmis með volume dag eða ertu með bara hardcore bodybuilding eða ertu bara í powerlifting eða ertu með eitthvað svona ertu með eitthvað pælingu hvað er á liftingadegi 1 og hvað er á liftingadegi 2? Já, við spilum það svolítið eftir auðvitað þegar móti byrjar svo bara í janúar, þú veist, þegar það byrjar það byrja að koma inn leikir og annað slíkt þá þarf maður náttúrulega stíla það þannig að það er mjög þung liftingaæfing að hún sé í nægjanlegri fjarlægð frá leiknum sem er framundan þannig að veist, við þurftum aftur að vera veist, þetta var bara ágætlega sett upp hjá okkur teiknuðum það fram í tíman vorum með svona fyrirvara á því að geti komið inn leikur, æfingarleikir og annað slíkt þannig að við miðum það alltaf við þú veist, þessa heavy load æfingu vikunar einhverja 4 daga allavega frá leikdegi, einhvers staðar miðbik vikunar og leikirnir alltaf oftast að hittast á helgi og þá var þetta oft kannski recovery æfing sem að var í einhverjum tilfellum seinni æfing vikunar nákvæmlega daginn eftir leik sem er það bara meira svona movement já meira það og bara svona auka blóðflæði í þessa helstu vöðvahópa og svona reyna mýkja menn og flýta fyrir endurheimt og við höfum það formið á því að við tókum hana daginn eftir leik og vorum svo með frídag game day +2 ok, bara flott þannig að en þetta einmitt uppsetningin á þessu hún svona flæðir aðeins yfir í það þetta var nóvember, desember inn í janúar þá vorum við svolítið í þungum fasa eins og segja, byggja bara upp eins mikinn styrk og svona eðlilegt og gott var þú veist fyrir þetta sport sem við erum í og við getum að fá menn bara hnausþykka þarna eins sko, en þú veist við vitum hvað við viljum og við viljum byggja upp hámarksstyrk á réttum stöðum og ég er reyndar hlindur því líka, það er ekki allir sammála því að ég vil alveg að menn pakki á sig smá efri hluta líka algjörlega þess að mér finnst það að hafa bara sýnt sig og sannað og við horfum á alvöru bolta í dag að þetta er orðið gjörbreytt frá því sem var og þú nýtur alltaf góðs af því að vera með
þú veist, góðan styrk í upper body líka, ekki bara fókusar á hlaup og fætur sko. Og sérstaklega þá svona relativ styrkur, sem sagt bara hlutfallsstyrkur. Já, þannig að þú veist, að þú getur líka höndla eigin líkaþyngd og ert bara svona að leika kannski með taugakerfið að þess að þú veist, við erum ekkert endilega með bestu backpressu gæðina en það er enginn að fara að íta þessum gæðin. Nei, þú veist, þetta er bara allt, bara augslega snávíi, barátta inn í teig, allt þetta, þú veist, þarna kemur mikilvægi þess að þú veist, við erum ekki bara veikur á einhverjum efri hluta þó getur hlaupið, skilur, að þessi svona heildarstyrkur sé í lagi. Og svo í janúar, febrúar svona sirka þá fórum við meira að færa okkur yfir í að umbreyta þessum styrki í power, þú veist, meiri hraða, meiri snerpu inn í æfingarnar og unnum svo með það bara svona inn í vorið og svo árið meiri svona leiklíkari æfingar þegar að nálgaðist mót og ég vil meina að þetta hafi bara tekist nokkuð vel hjá okkur, veist, liðið var í góðu standi. Ég var nú ekki langt frá því að komast upp. Við vorum helviti nálægt í að komast upp og bara svona framistöðurnar, ef maður fór að horfa á það framan af og bera okkur sama við, þú veist, lið sem við vorum að spila við og kannski af efsta leveli og annað slíkt, þá vorum við ekkert að gefa þeim neitt eftir í líkamlega þættinum. Það er það sem ég kannski horfi svolítið á út frá hverju ég vil skila af mér. Nákvæmlega. Þannig það fannst mér koma bara vel út og svona heilt yfir vorum við bara með gríðarlega lítið af meiðslum, vöðvameiðslum og öðru slíku. Það var bara nánast, ég segi ekki ekkert, en það var ofsalega lítið sem að vorum að díla við þannig. Svona auðvitað eitthvað nudd og meira bara menn voru að díla við einhver högg og einhver svona ákomu meiðsli sko, sem að lítið er hægt að gera í nema bara hugsa vel í framhaldi sko. Nákvæmlega, en þarna kannski kjölfæri ákveðin svona pæling varandi mælingar. Þú varst að tala að styrkja menn og fara í hraðan og svoleiðis. Varstu að nota sér ykkur ákveðna mælingar í gegnum keppnistímabilið? Varstu með ákveðna tímapunkta og hvaða mælingar varstu að notast við? Við vorum með einhver test á þá og ég lagði svona upp með það í byrjun, bara ákveðin standard sem ég vildi sjá á hópinn og einhverjum fannst hann full kræfur sko, en ég meina ég vil bara menn hugsi þannig og seti bara markið hátt hvar við viljum vera, menn ætla sér að fara hærra, þá þarf þú að horfa þangað og miða þig við það og þannig við vorum alveg með við vorum með fitumælingar, ég fitumaldið á mjög reglulega og neldi bara inn að ég vildi sjá menn í 8% eða undir og annars var bara asfaltbæk og alla? Já, þú veist, það bara menn lendi í ákveðnum flokk þarna og veist, það er bara þannig og við eðlilega samt, þú veist, og við vitum það svo sem alveg sem við verið að vinna við þetta að menn mælast misjafnlega og þú getur verið í toppstandi, þú veist, verandi einhver 10% eða eitthvað slíkt og fer þetta kannski svolítið eftir aldri og stöðu á vellinum og svo framvegis en standardin var þarna og það var bara pressa á menn að koma sér í alvöru stand og hugsa vel sig og þá ekki síst fór ég svolítið einmitt í næringuna eins og þú nefndir áðan og svona þessa lífstílsþætti með strákunum og það, þú veist, það kemur alveg á óvart hvað vantaði oft mikið upp á þar, bara upp á alvöru framistöðu og recovery og annað slíkt sko, hvað við þurftum að bæta miklu inn þar og sem það var bara næring eða þessir auka atriði eins og fá inn sölt og steinefni og vinna í þessum hlutum en bara svona í heildina þá fitumældi ég þá mjög reglulega og inn að seasoni ég mældi það nú ekki mikið yfir seasoni því að ég bara var búinn að vera mikið með þeim og sá það alveg og ég gat nú svona bara gjóað augunum á menn í klefanum og séð hvort að þú varst ennþá í prósentinu þinni eða ekki sko. Og pikkar það út og tókst á asfaltbæk þeir sem voru ekki alveg að fylgja augunum? Já, þú veist, einhverjir mátt alveg við að spýta í lóðana og það er bara þannig. Það er bara þannig og kannski líka þeir sem hafa verið að spila minna og hafa verið að fá minna kannski svona bara lót á lappirnar og eru samt til dæmis að borða eins og miður prísi sem þeir æfa jafn mikið. Auðvitað þarf að passa upp á þetta allt. 100% og þannig að við tókum
svona þessa ástandsmælingu á þeim bara upp á skrokkin að gera og fylgdust með þyngd og svona líkamsástandinu á þeim og svo setti ég þá í jójó-test líka, gerði það 2 svar, ég ætlaði að gera það 3 svar en ég er aðeins efins að það verði sama test sem að ég muni nota aftur í það. Ég hef notað þessi jójó-test áður og hérna ég svona, jú, þau gefa manni ákveðna vísbendingar en mér fannst það bara ekki nógu akkúrat með það sem ég vildi fá út úr þessu og mér finnst þú of háð því bara hvar leikmaðurinn er staddur í hausnum, hvað hann ætlar að leggja á sig núna, hvað hann fékk síðast, hvar við erum núna og þú veist dómarunum hvar hann stígur á línuna eða ekki á línuna, að ég skilur mig það eru svona nokkra breytur þarna og ég er eiginlega svona farin að færast frá því að það þurfi ekki að vera að henda þessu testi á strákana sko. Ég er mjög sammálaður, ég hef ekki tekið jójó-test með mitt lið síðan 2020 Já. Og eftir það var ég bara með GPS-tækin og stýrði álaginn og fylgdist með þar því að ég er alveg sammálaður líka því að sumir eru svakalegi svindlarar í jójó-testi og reyna að komast upp með það og þó maður sé grjótharður við það og þá er rosalega erfitt kannski með 20 manna hópar en að alltaf að kötta á, svo er kannski með 2 hjálpadómara með þér og þeir eru misharðir líka á sikvarum endanum og kannski þeir sem eru nær þeim sem eru svona virkilega harðir dómar, þeir fjúk út strax og með hinn kannski slæta þeim. Þannig að ég er nefnilega svolítið sammála, ég er svolítið gagnrýninn á þetta. Já, einmitt, mér fannst bara svona of margar breytur þarna í þessu sem að buðu upp á það að niðurstöðurnar væru ekki alveg marktækar og sambærilegar upp á að vera að skoða tölurnar og ætla sér að lesa eitthvað alvöru út úr þeim, þú veist. Og auðvitað vill maður allir strákarnir séu mótiveraðir til að hlaupa hlaupið þangað til að ekki þá þú stoppar, heldur þá þú kemst ekki lengra, þannig að þú bara koksar á leiðinni, skilur. Ég vil ekki þú stoppir og segir ég er búinn, ég vil þú sért úrvegna þess að þú kemst ekki yfir, skilur. Þú keyrir þannig að þú kemst ekki lengra og það er uppleggið. Nákvæmlega. En svo sér maður samt, þú veist, að það er ekki alveg 100% hjá öllum í þetta og hvar er dræfið í þetta. En ég hugsa að ég muni setja upp einhvers konar, annars konar hlaupatest fyrir þá sem að er bara skemmtilegra og auðveldara að taka direkt tölur út úr og þú veist, meira bara á hröðun og öðru slíku því að ég er búinn að vinna með grunntempóið í hlaupum og ég er alveg búinn að sjá hvar grunnþolið er orðið hjá þessum strákum og hvað þeir geta hlaupið meira og minna. En ég vil frekar bara fá að sjá hvort við erum að sjá bætingar í absolutt hröðun á fyrstu metrónum, styttri sprettum og high speed running sko. Nákvæmlega. Það sem er þetta gaman líka við þarna jójó-testi, við klárum kannski þá umræðu því að þú segir að menn eru mismótiveraðir í þetta en þú líka sérð virkilega styrkin í haustum að þeim sem virkilega klára sig í þessum testum og sérð bara karaktersenginni þar oft á tíðum og það finnst mér reyndar mjög jákvætt við jójó-testi þegar maður er að sjá herri, já, þessi gæði þarna dettur út eftir 4 ferðir og þykist vera búinn á því að meðan kemur eitthvað gæði sem kannski maður veit að er ekki á sama stað en samt gjörsamlega klára sig hann liggur bara flatma á vellinum sko. Já, ég er alveg sammála því þú veist, það er ekki það að þetta sé bara eitthvað handónýtt test á öllu leiti, ég vil alls ekki meina það en svona ég ætla að kippa því út núna allavega en það er einmitt þetta sem maður sér sem er oft skemmtilegt að sjá einmitt, þú sérð svona hugarfarið hjá mörgum og hvað hausinn, hvar baráttan er, alveg saman hvert verkefnið er, þá sérðu það er alltaf nokkrir sem keyra sig 110% í það, sama hvað er framundan, sama hvað biður þá meðan að kannski aðrir sem þú veist að eru jafnvel í betra standi það er svona bara, þú veist, fara eins langt og það endar að minn hverju sinni hérna keyrir það áfram. Þú getur líka við sett inn og skall á borðið fyrir testið og sagt við þjálfarnar, þessi þetta fyrstur út og þessi klára sjálfveg og svo bara sérðu karakterinn. Það er gaman með þetta sko, að leika sig með þetta að pæla í svona hver virkilega hefur dræf og hver ekki. Já, og eins og með allt annað sko, þú veist, þá dregur maður ákveðin lærdóm af bara bæði niðurstöðunum og kannski ekkert endilega tölunum heldur því sem þú sérð þú veist, það er okkur að þetta þá maður lærir bara á það hverjir veist, þessi setur hausinn undir sig alltaf, skilur, hann hleypur í gegnum veggi fyrir þessi sko. Nákvæmlega,
En hver eru því næstu skref á þjálfaraferlinum? Já, ég er svo sem ekkert búinn að festa mér neitt alveg hvað svona ég ætla mér að sjá næstu árin en ég er rosalega opinn fyrir mér er alltaf þótt bara gaman að takast á við nýjar áskoranir og svona fá einhver skemmtileg verkefni í hendurnar. Ég keypti nú litla líkamsræktarstöð eins og nefndir eitthvað þarna í byrjun með eigin rekstur og keypti hana í sumar. Þannig að það er ákveðið auglýsana? Jú, það er ákveðið verkefni í gangi núna. Hún heitir sem sagt Formið heilsurækt og er í Ármúla 40 annarri hæð fyrir ofan markið. Sími Hvað er Instagram? Formið heilsurækt. Formið heilsurækt á hafið það. Já. Okay. Og þar er ég að keyra, ég er með 2 þjálfara sem vinna hjá mig þar og þjálfa eitthvað þar sjálfur líka og þar er ég bara með svolítið skemmtilegt svona miðlungsstórt rými þar sem ég er að keyra hóptíma, litla lokaða hóptíma, styrk og úthald bara svona í bland og er svo með opnanir fyrir það að ég er að taka inn einstaklinga og litla hópa meðfram því og þar á milli og svona og það er bara eitthvað sem ég ætla mér að vinna með allavega núna og sjá hvað við getum búið til og því. Það er alls konar möguleika þar, þetta er gott rými og það er bara hvaða hugmynd fær maður næst upp á hvað við setjum þarna inn og hvernig við nýtum klukkutímana þar. En það er svolítið skemmtilegt að hafa það option í raun og veru. Eina er svona það er ekkert alltaf svo hrifnir af mér í markinu fyrir neðan þegar við erum að droppa stóru lóðunum. Ég trúi því. En við finnum einhverja, við erum sáttir enn sem komið sko. Elli, hver er mesta skepnan í Fjölnisliðinu? Hendirðu þessari bara á mig núna, maður? Heldur betur. Ég hef ekki verið að hendina á menni þetta síðustu þætti. Er það ekki? Nei, það er síðan ég spurði þessa. Ok, býttu, gefa mér nokkra sekundur, sko. Það eru, nú er ég ógeðslega pólitískur maður og snúið svar, sko. Það eru nokkrar skepnur þarna. Það er bara þannig, og work ethicið hjá mörgum þarna er alveg bara í efstu hillum. Þannig að ég svona eins og bara vinna með öðrum flokknum fyrir 2 árum sem mætti út í Hafnarfjörð til okkar og keyrðu ég veit ekki hvað, hálftíma, 40 mínútur aðra leið sko, til að koma á æfingu eftir æfingu þar og lögðu vel hart að sér, það var til fyrir myndar að horfa á þá æfa alveg bara geggjaði, hann er bara sá hópur eins og hann lagði sig sko, í bara skepnur, enda rúlluðu þeir yfir Íslandsmótið og bara uppskáru eftir því sko. Nákvæmlega. Mesta skepnan sko, það er náttúrulega fyrirliðin okkar sem var reyndar að taka ákvörðun að fara norður og er að fara í KA núna. Þá er hann ekki í liðinu. Hann er ekki lengur í liðinu. Einfalt að lífið að svara. Já, ok, burtu með hann. Ég ætla bara að taka 2 sem eru bara, vinnuhestar og ég er bara að horfa á það sem menn voru að leggja á sig og hverju þau voru að skila á æfingum og öðru. Það er Daniel Ingvar er algjör skepna. Það er bara hausinn undir sig og alla leið og svo er Bjarni Hafstein svona mjög nett skepna. Það er mikið lagt á sig, ætla alltaf lengra, taka alltaf á næsta level og nú er það bara með fullri virðingu fyrir öllum hinum sem er að leggja mikið á sig líka en þetta eru gæjar sem kláruðu öll hlaupapróf bara alveg í toppi og keyra alltaf á fullu gasi í allt sem þið fara í þarna. Frábært. Já, ég ætla að gefa þeim þetta. En hver er mest í sultuhundurinn? Nei, þú ert ekki að sagja. Heyrðu, í lokin, bækur, námskeið, podcast, hvað mælirðu með þessu? Einhver ákveðin podcast eða einhver ákveðina bækur eða einhver námskeið? Já, sko ég er rosa lítið að fletta í bókum orðið. Ég held illa athygli í bókunum. Sagðist ekki vera old school á það?
Jú Jú, að vissi leyti sko. en ég á bara einhvern veginn, ég á svo erfitt með að festa mig yfir og lesa og fletta orðið í bókum, þannig að maður er einhvern veginn komið með þetta allt í einhverja hljóðbækur og mér finnst eiginlega skemmtilegast að fletta bara upp í einhverju greinum sem að ég sé á netinu, þú veist, einhverju rannsóknum eða einhverju sem að, þú veist, við kemur bara akkurat því sem maður er að hugsa eftir þessa æfinguna eða eftir þetta verkefni sem kom upp, þú veist, eitthvað sem maður er að horfa á tengt liðinu eða tengt einhverjum einstaklingum, þú veist, þá er mitt go-to að fara inn á, þú veist, Google Scholar eða eitthvað að slá eitthvað inn, PubMed þarna með rannsóknir stundum og eitthvað ég áskrift í einhverju hjá þeim, þannig ég fæ stundum sent eitthvað svona. Já. Og bara aðeins að renna yfir, þú veist, rannsóknir þannig og samantektina úr þessu, sjá hvort það tengir við eitthvað þessu sem maður er að díla við þarna sjálfur, hvort maður getur heimfært eitthvað af því yfir á sitt lið eða sína einstaklinga. Það veist, oft smá skekkja í þessu vegna þess að oft er þetta úti í atvinnumanna liðum sem er unni með þetta og við getum auðvitað ekki alveg kannski borið saman aðstæður manna hér og þú veist, kannski vinnu eða skóla eða þú veist, bara með sína fjölskyldu og mæta svo á æfingu versus einhver sem hefur allt til alls. Nákvæmlega. En þannig ég er svona svolítið í því að bara garfa í einhverjum rannsóknum og einhver bók sem ég var aðeins með honum var ekki Ian Jeffries. Já. Ég fór þarna í HR líka í styrtar og þrek þjálfunina þar og hann kom þar og mjög áhugaverður og skemmtilegu kall og hann skrifaði var það ekki GameSpeed sem hann skrifaði. Frábær bók. Já, og ég hef svolítið flett svolítið fram og tilbaka í henni. Mér finnst hún skemmtileg. 100% sammála því. Ekki of mikið doðrantur sko, þannig að ég svona... Ég ætla að taka hann með mér upp í KR eftir, þetta var góð áminning. Já, GameSpeed fyrir KR. Heyrðu Ljómadeli, takk kærlega fyrir komuna, mér eru drullu kalt hérna í hellinum, hitin er greinilega allur búinn hérna eftir við slögtum á hitrónum. Já. Þannig að frábært að fá þig og gangi þessum allra best í komandi verkefnum. Takk fyrir það maður, gaman að koma.